Stefán Vilberg Leifsson, formaður Kóruhjónsdeildar. Steffi, nú eru stelpurnar að skrifa undir, búin að spila 2 leiki, það fór ekki vel hjá það, þær töpuðu. Hvernig líst þér samt á veturinn hjá stelpunum? Eru ætla menn að býta frá sér í vetur? Já, ég hef ekki trú á öðru. Það gæti orðið barningu til að byrja með. Við erum alltaf að byrja aftur eftir 1 ár í pásu í þeim. En ég er svona tiltölulega jákvæður fyrir vetrinum. Við náttúrulega fengum gríðarlega góðan lífstyrk þegar Erna sneri aftur heim eftir að hafa skroppið erlendis og það er mikil styrkur í henni og svo skils mér að standi jafnvel til að Ruth Herner Korráksdóttir komið heim áramót, þannig að það gæti orðið svona þegar líður á veturinn gæti farið að býta frá sér hressilega. Já, það er algjörlega. Erna náttúrulega styrkir liðið alveg helling og ef að Ruth kemur sem er líklegt, það verður við orðnar bara mjög, held ég, samkeppnishæfar í þessari deild. Sem nú eru farnar að skrifa undir þessar stelpur, er það stefnan að hafa allar á samning? Já, ætlum að gera það hér eftir. Það var allar samning þannig að það verði allt. Þannig allt sé löglegt? Allt sé löglegt og allt sé eins og á að vera. Segðu mér bara fyrir deildina í heild, hvernig leggst veturinn í ykkur? Það gæti, já eins og ég sagði, orðið erfitt á köflum en eins og ég trú að í lok tímabils þá verðum við búin að ná að berja okkur saman og verðum komið með fínasta lið. Og þeir eru sæmilega brætt í svona stjórnin öflug núna og þannig að þeir eru ekki beigur í ykkur? Nei, og við ætlum að halda áfram að halda út í kvennastarfið hana. Sama hvernig þessi vetur fer, held ég, alveg örugglega. Þannig að þetta er fyrsta skrefið í átt að betri tíð í kvennastarfinu. Er ekki gott fyrir stelpurnar að horfa bara til sumarsins í sumar og við löndum Akureyringar fengum Íslandsmeistaratitil í fótbolta og ég er nú ekki að rukka kannski Íslandsmeistaratitil í körfubolta strax en er þetta ekki bara hvatning fyrir stelpurnar að sjá að þetta er hægt? Þetta er náttúrulega hægt og þetta er á fyrsta skrefið á mörgum en það var náttúrulega algjör draumur að komast á toppinn einhvern tímann, en það er ekki alveg strax. En það er allavega ef að menn setja stefnuna þá er bara að trúa á markmiðin? Já, nákvæmlega. Við erum ekki komið með stefnuna alveg strax en við erum lagðir af stað. Það er 1 skref í einu. Fyrsta skrefið er að bæta okkur. Og númer 1 að trúa á það að við komumst áfram? Já, nákvæmlega. Það ætlum að bæta okkur og bara halda þessu almennilega úti, gera þetta almennilega. Steffi, nú eru allir leikir bæði kalla og kvenna hér í íþróttahúsinu við Síðuskóla í vetur? Já, það er rétt. Við ákváðum að gera það bara upp á betri stemning og betri æfingatíma sem er hægt að fá hér. Þannig að fólk þarf ekkert að ruglast á því, það er bara að koma hérna í þorpið og út í Síðuskóla og þá hittar og leik? Já. Steffi, takk fyrir og gangi ykkur vel í vetur. Já, takk fyrir. Bjarki Ármann Oddsson. Bjarki, þeir eru að fara að skrifa undir hérna hópar og leikmönnum. Til hamingju með það. Já, takk fyrir það. Bjarki, það var nú erfiður leikur sem að þú sóttir til fyrrum félagina á Egilsstað í gær. Hvað skyði? Góð spurning. Ég ekki bara að segja að þeir hafi hitt á toppdag og við höfum ekki hitt á okkar besta dag. Getur þá svona sett bara að tjekka á þetta þannig að þetta sé búið? Já, kannski smá sviðskrekkur í mannskapnum. Við vorum bara mjög spenntið fyrir að fara inn á völlin en þeir með eiga það hatta menn þeir spiluðu bara gríðarlega vel. Áttu sigurinn bara fyllilega skilið. En svona, hvernig líst þér á framhaldi? Nú erum við að fá hérna nýja stráka eins og Halldór og Óla og fleiri. Hvernig líst þér á framhaldi? Það eru þetta frábær viðbót við hópinn að fá Halldór og Óla og hérna koma 2 drengir með mikla reynslu sem eiga eftir að bæta hópinn alveg gríðarlega mikið og færa líka strákunum mikið yngri strákunum og það er nú líka stór hluti þessu. Við erum með stóran hóp eins og ég áður sagt og þeir munu græða því, sérstaklega eins og stóru ungu strákunum okkar að læra Halldóri og bakverðina þá Ólaði. Ég sagði í uppbytunarpistli fyrir tímabili að kannski byrjunarlið ekki eins sterkt eins og við endum á síðasta tímabili en hópun er klárlega stærri og þannig að það sé sterkari.
Já, ég held að þú hafi bara hitt naglann á höfuðið, það má segja það. Kaninn, þetta skipta miklu máli eins og sást til þessum haftarleiknum í gær. Þú veist, ein kaninn setur nær í 40 stig, það er lítið sem við getum gert í því. Og það er sama, í fyrra var 40 stiga kaninn í Þór. Og við erum náttúrulega ekki með þannig leikmann í dag, en ég myndi segja að hópurinn væri breiðari. En semst að þú ert býsna brattu þrátt fyrir þennan skell í gær? Já, við höldum bara ótrúlega áfram og stefnan er auðvitað að vinna hvern einasta leik sem við tökum þátt í og svo bara sjá til hvað það skilar okkur. Svo er FSU eftir rétta viku við síðu skóla, þannig að við kannski megum ekkert vera brattir, við unnum Hött í Greifamótinu, við unnum FSU svo í æfingarferð þarna daginn, þannig að þið þurfum að hafa varan á ykkur. Já, ég meina við réttunum FSU á þeirra heimavelli síðast og mér skilst að þeir eru eftir að bæta við sig bandarískum leikmanni og það getur þetta skipt miklu máli, það getur verið gjörbreytt lið sem kemur hérna norður aftur, maður veit aldrei. En þið verið tilbúnir? Já, við erum tilbúnir, meira það. Bergi, takk fyrir og gangið vel. Takk hérlega fyrir.